Sumarbúðir KFUM og KFUK á Íslandi eru 5 talsins: Kaldársel, Vatnaskógur, Vindáshlíð, Ölver og Hólavatn í Eyjafirði, en þar var haldið upp á 50 ára afmæli sumarbúðanna helgina. Sumarbúðarstjóri á Hólavatni er Jóhann Þorsteinsson, en við hittum hann á dögunum og hann sagði okkur aðeins af sögu sumarbúðanna. Það var 1958-9 eitthvað svoleiðis, þá voru ungir strákar hérna í KFUM á Akureyri. KFUM á Akureyri stofnað 1951 og rétt fyrir 1960 þá eru þeir að hugsa að þeir vilji gjarnan hafa svona sumarbúðir eins og þeir þekktu úr starfi KFUM og KFUK á Suðurlandinu, Vatnaskógur og Vindáshlíð og fleiri stóri staðir og þeir ákveða að fá sér bíltúr. Þeir höfðu séð Hólavatn og fara að tala við bóndann í Hólakoti það að reisa sumarbúðir fyrir börn. Hann tók þeim vel og sagði að þetta væri lítið mál. Ég hef stundum furðað mig á því hvað þeir voru bjartsýnir því að þetta var bara einn melur, ekki stingandi strá við vatnið, bara grjót og urð. Og það var bara ákveðið að þarna skildi reisa sumarbúðir. Og frá 59 til 65 voru þeir bara hamast við að byggja. Það fékkst styrkur frá Akureyrarbæ og frá KEA og svo var nú mikið af innréttingum og öðru smíðað í slippstöðinni. Þar unnu menn sem voru í þessu félagsstarfi og svo 20. júní 65 þá var vígsla og síðan þá höfum við starfað þarna sleitt til laust á hverju sumri. Og þið fagnið 50 ára afmæli í sumar. Þegar þú horfir tilbaka, hvað hefur áunnist á þessum tíma og hvað hefur breyst? Það nú ýmislegt sem hefur breyst. Það náttúrulega krakkarnir eru núna í styttri flokka. Þeir koma, eru fleiri hópar og í styttri tíma hver hópur. Og það er kannski meiri aldursskipting líka og svo náttúrulega bara svona starfsmannahald og allt. Þetta er allt saman svolítið öðruvísi en samt nú markmiðið alltaf það sama. Að svona efla þroska barnanna til líkama, sálar og anda og leyfa þeim að fá að leika sér í yndislegu umhverfi og náttúru og svo þetta náttúrulega kristilega sumarbúðir, það sem er kristileg boðun. Hversu mikil áhersla er á það? Hún er alveg töluverð og við segjum náttúrulega biblíusögur, við segjum sögur af lífi og starfi Jesú og svona þessi svona kjarnaatriði, koma fram við aðra eins og við viljum að sé koma fram við okkur og elska náungan eins og okkur sjálf og vita það að við erum elskuð eins og við erum, dýrmætt hvert og eitt okkar, eins ólík og við erum og það er bara stórkostlegt að fá að segja börnum frá því í dag. Þið eru með mismunandi hópa hjá ykkur, ekki? Já, við erum með mismunandi hópa. Við vorum til dæmis bara núna helgina var riddaraflokkur sem er sérstakur hópur fyrir stráka með ADHD og það gekk bara ljómandi vel. Það voru 8 strákar en sami starfsmannafjöldi eins og í venjulegum 34 barna flokk. Þannig að það eru fleiri starfsmenn á hvern riddara? Já, það var eiginlega 1 starfsmaður fyrir hvern dreng og var samt mjög ánægjulegur hópur og skemmtilegur og þeir voru ofboðslega duglegir að veiddu mikið og voru mikið við vatnið og síðan var náttúrulega bara svona margt af þeirri hefðbundnu dagskrá sem við bjóðum upp á. Það var vel mætt á afmælishátíð Hólavatns á laugardaginn en líklega hafa gestirnir verið 200 talsins. Dagurinn hófst með því að 14 manns hjóluðu frá Akureyri og fram á Hólavatn. Þar var svo dagskrá yfir daginn í fínasta veðri. Þar var Guðmundur Ómar Guðmundsson meðal annars gerður að heiðursfélaga KFUM og KFUK á Íslandi fyrir störf sín í þágu félagsins. En ætli það sé alltaf jafn vinsælt að fara í sumarbúðir? Já, það er meiri segja hjá okkur hafa verið vaxandi vinsældir á síðustu árum. Við höfum núna einhver 8 ár í röð alltaf fjölgað aðeins börnunum á milli ára og í fyrra voru 250 börn. Núna erum við komin yfir 220 sem eru skráð fyrir sumarið og bara ég hef fulla trú á því að við toppum 1 árið enn. Og það náttúrulega er mikil vinna. Það þarf að halda vel utan um þetta og við höfum verið rosalega heppin með starfsfólk. Með frábært starfsfólk sem við sendum á námskeið á hverju einasta ári í skyndihjálp og brunavörnum og bara svona hvernig stuðlum við að velja barna og hvernig tökum við mið á ólíkum þroska þeirra og getu og við erum líka, auðvitað erum við að líka miðla lífsgildum og svona og það er ekki sama hvernig við gerum það.
vegna þess að við viljum auðvitað börnin fá að vera sjálfstætt hugsandi verur sem að hafa sínar hugmyndir og mega það og það bara mikilvægt. En ekki fólk sem hefur verið hjá ykkur kannski fyrir 20-30 árum að senda sín börn og þar fram til götunum? Jú, auðvitað fullt af fólki sem að sendir börnin sín af því að þau voru sjálf, en svo líka fólk sem bara fréttir af starfinu og svo eru krakkarnir rosalega duglega að draga, maður sér það alveg, það eru sumir krakkar sem að koma alltaf með stóran svona vinahópa með sér sem þau draga með sér í sumarbúðirnar af því að þau ákveða að fara saman. Og auðvitað er þannig að það er auðveldar að fara að heiman þegar maður hefur einhvern vin eða vini með sér og þannig koma oft svona vinahópar ár eftir ár. Ég óska ykkur bara innilega til hamingju með afmælið. Takk fyrir það, kærlega. Takk. Takk.